Já, takk fyrir að fá að vera hér. Þórarin heiti ég semst Egill Sveinsson, góð fundarstjóri og ráðherra og þið fundamenn. Takk fyrir að taka um tíma. Þetta erum ekki komið svo langt fram úr tímanum fundarstjóri að ég segi bara, við erum bara framlega góða mjólkvörur, ég vona að þið kaupið þér öll, takk fyrir bless. Þetta ekkert flóknara sko. En ég hef aldrei þennan titil, bráðþroska og byrjunarreit, af því að ég mér finnst, ja, þið við tölum um það eftir hvort ykkur finnst að passa, en ætla aðeins að segja ykkur um Örnu. Við erum sem sagt mjólkurvinnsla, stærst í Bolungarvík og við hófum rekstur í 2013 og vorum búin að hugsa um þetta í mörg ár og lengi áður og við ákvaðum að sérja okkur í góðum mjólkurvörum með laktósafríar vörur, það sérstaðan, en fyrst og fremst góða mjólkurvörur. Og við vorum búin að velta þessu fyrir okkur lengi. Arna var svo endanlega stofnuð af 11 aðilum, heimamenn í Bolungarvík og menn með tengsl til Bolungarvíkur og við erum 3 mjólkurfagmenn. Aðeins að leiðrétta fundarstjóri, mjólkurfræðingurinn sem ég lærði í Noregi, það fylgdi honum smá verkur, þannig að ég er mjólkurverkfræðingur, mikilvægt sko. En með mér eru 2 heiðursmenn sem eru mjólkurfræðingar, þeir eru Hálfdán Óskarsson sem er staðarhaldari og Ísfirðingur og var áður mjólkurbúrstjóri í Mjólkursamlaginu á Ísafirði og Oddgeir Sigurjónsson sem er búinn að vera félagi minn í Mjólkursamlagi í gamla daga og í þessum bransa bara nánast álíka lengi og ég. Og við segjum oft, ef við leggjum saman vinnutíman, þessum erum við svona svolítið bráðþroska, af því að ef við leggjum saman dagvinna þá erum við komin á aðra öld í reynslu og ef við tökum líka með næturvinn og yfirvinna þá erum við örugglega búin að vinna í 300 árið þessum bransa sko. En Arna sem sagt hóf vinnslu þarna haustið 2013, þannig að við erum ennþá bara á leiðinni, þannig séð. Ég allavega á fórstustíðinari því, rétt komin af því allavega og við höfum lengst að vera með svona í kringum 5 starfsmenn í Bolungarvík en núna á seinni hluta þessa árs erum við komin upp í 10+ og þar í Bolungarvík framleiðum við vörurnar. Þessir 11 hluthafarjá, þeir eru við 3 og síðan heima sjóðir og einstaklingar og fjárfestar, hvetjan til dæmis atvinnuþróunarfélagið, verkalýðsfélagin og traustir heimamenn sem sagt. Og við dreifum vörunum, við framleiðum hennar, sendur hennar alla vörurnar nema þess við dreifum á heimamarkaði, en sendur hennar alla vörurnar til borgarinnar, þar sem að í einum grænum tekum við þeim. Í einum grænum er dreifingafélag, eða lítið félag sem Sölvfélag Garðyrkjumanna á, þannig að við dreifum þessu með grænmeti landsmanna og þeir dreifar hennar all land. Það staði sér mjög vel í að hjálpa okkur í að brjótast inn á múrinn. Og þetta gerum við. Þetta eru vörurnar. Þetta eru svona 20 eitthvað vörunúmer og upp í staðinni þessari fernuvörur og dósavörur sem sem eru svona pökkunarmöguleikarnir í dag og þá inn að þessum ferskvörumarkaði bæði súr og sæta sem að við ákváðum að fara inn á strax í byrjun. Þannig að feta ostur er svona fyrsta stíðin í ostamarkaðin en þar eru alls ekki framleiðir til heiminum svona 3 til 5.000 mismunandi tegundar af ostum og Gaulle Frakklandsforseti sagði einu sinni hvernig heldur það sé að stjórna þjóð eins og Frökkum sem framleiðir við 500 tegundar af kamamberosti og allir búa allir besta ostin. Þannig að við eigum töluvert eftir í að koma með fleiri vörur. Og þarna á milli sjáum við glerkrukkur, það er svona eitt sem við vorum að leika okkur með, að koma með svona sérstöðu í svona seasonvöru. Byrjuðum með vestfirsk aðalblóber sem mældist mjög vel fyrir og nú geyma allir krukkurnar og búa til sultu í haust, þurfa ekki að kaupa krukkur. Þannig að þetta er gott samfélagslegt innlegg. Alveg angurlega við sindum skilagjald það var að leiðilegt. En ok, á hverju byrjuðum við? Á hverju voru að þessu? Hvaða sjálfseyðingar hvötir í gangi að ráðast á þessa 230 hamra sem eru annars vegar
sá sem ræður öllu hráefninu og hins vegar fákeppni verslunaraðilana. Við vissum alveg hvað við vorum að gera, við vissum alveg, búin að þekkjum hennar bransa vel, við vissum alveg að við hvernig þessi lög virkuðu, við vissum alveg að MS ræður hráefninu. Raunar ekki MS-kerfið raunar þannig að auðhumla félag í eigu bænda safnar öllu hráefni og það hvílir svo kvöð á auðhumlu að auðhumla á að selja öllum sem vilja vinna mjólkurvörur. En MS svona í praxis hefur séð þetta verkefni þangað til núna á miðju sumri, þá fór auðhumla að gera það sjálf og þannig kerfið byggt upp. Það á að vera svona, auðhumla á að vera svona sá sem samtalar rekstrar umhverfi við stjórnvöld og samfélagið. Auðhumla félagi í eigu bænda, safnar allir mjólk og á þeim hvílir svo skylda að selja öllum. Þannig að við kunnum allar þessar reglur, við vorum ekki að fara út á fótboltavöllin og fara að spila fótbolta og vonast til það myndi gilda handboltareglur sko. Við kunnum þetta alveg og það hefur allt gengið eftir og bara ágætt samstarf í því. Hinum megin erum við svo með fákeppni í verslun sem undir samkeppnislögum sem svona bara önnur lög og alveg erfitt að umgangast þá, eða gaman eða ekki. En þetta var svona kveikjan að vinnslunni fyrir vestan, að við sáum hann að markaðshillu og leituðum heilmikið, gerðum eins og maður gerir venjulega, lítur í tékkar á markaðsstöðinni og lítur þá eingöngu í baksýnisspeglinum til að gá hvað hefur verið gert. Og það var engin þörf fyrir laktósafría vörur á Íslandi, það var engin sem hafði spurt það og engin að framleiða það. Þannig að við fundum engin gögn það út af fyrir sig. Þannig að við fórum svona í smiðju nágrannalandana og fundum kannski svona bestu gögnin frá Finnlandi. Þar spádómur, er svona málmann á flestar skýrslur og greiningar segja að það sé svona 20% þjóðarinnar sem að borðar laktósafría vörur. Og ekki, það svona 10+% óþol, en það þýðir að þetta svona 20% sem nokkuð fast á þessum vörum. Þannig að þess vegna var þessi sérstæða búin til, ef við búin til góða mjólkurvörur sem eru möguleiki, þá gefum okkur það að þetta sé eitthvað svipað og það virðist alveg stemma, það virðist vera svona möguleiki á þessu að þetta veri rétt mat hjá okkur. Og síðan gerist það sem hefur oft gerst á landinu okkar og hér og þar í heiminum, að við fengum smá styrk frá Landsbankanum til þess að svona þróa hugmyndin áfram og fengum 1,5 milljón og núna erum við þá búin að fjárfesta fyrir 100 og eitthvað milljónir sko. Þannig að þetta sem gerist, gömul kona gefur eitt stól í kirkjuna og svo byggð kirkja fyrir miljard sko. Þannig að við erum eins og gamla kona sem gaf stólinn sko, ef ekki gefin stólinn. Og síðan lagði MS niður sína vinnslu á Ísafirði og það var svona bylgja sem að sópaði saman svolítið af þessum fjárfestum. Þannig að það er mikill stuðningur við rekstur Örnu þannig fyrir vestan sko. Og svo sem vonandi út allt land. Og já, svo þetta svona ytri aðstæðna sem við eiginlega settum á blaði í byrjun og stemma eiginlega. Þetta bara það sem gerðist og svona þetta bara, ekki meira það að segja sko. Við svona mátum þetta þannig að þessi fákeppni eins og hefur nú komið mjög vel fram hérna í ræðum manna, fákeppni hún svona leiðir oftast til stöðnar og við þóttumst finna fullt af götum í þessum matarmarkaði hér, mjólkurvörumarkaði og það hefur að mörguleyti gengið eftir og síðustu árin hafa bændur verið að hagræða alveg rosalega og það hefur verið, menn hafa verið með fókus á gjaldahlið rekstrarreikningsins. Þegar ég var mjólkurbústjóri í Eyjafirði sko, frá 1980 til 2000 til ég byrjaði 80 þá voru þar 600 bændur, milli 500 og 600 bændur, mjólkurbændur. Núna eru tæplega 600 bændur á landinu öllu sko. Þannig að það er búið að hagræða burt öllum öðrum bændum heldur en þessu voru í Eyjafirði. Þannig að svo segir mér að það hefur ekki gerst í þessi grein, það er auðvitað ótrúlega mikið sem hefur gerst sko. En samt framleiða þessi 600 bændur sem eftir meiri mjólk en var framleidd þá. Þannig að, en þetta þýðir ekki að menn kannski gleyma að horfa á sóknarfærin hinum einn. Það er líka tekjuhlið á þessu reikning eins og mjög vel hefur komið fram hér. Það er sem sagt, maður festist svo í það er ódýrast að framleiða bara mjólk og selja bara á
þeir láta fólk koma bara með brúsa í lausu máli eins og var í gamla það þurfti ekki að loka mjólkubúðunum. Það hefur verið ódýrast að dreifa mjólkinni bara í 50 búðir í Reykjavík, sko. Við þurfum ekkert farsíma, sko. Já, en viljum við vera án þess, sko. Við viljum það ekki og við viljum þróa hennar markað áfram, sko. Þannig að ef maður festist í því að hugsa bara sparnaðinn og vera ódýrar og ódýrari og kerfið hefur svolítið verið þannig. Að menn hafa pressanir verið endalaust en ekki hort á sóknarliðana hinum einn. Við vissum það alveg, við ættum enga séns í MS og bara hennar markaði að við ætlum að keppa á verðum. Við bara, það ekkert, við getum ekkert verið þar, við vorum bara að vera betri, skemmtilegri, betri vörur og nálgast þetta svolítið öðruvísi. Við töpum verðsamkeppni fyrirfram, sko. Þannig að það eiginlega nálgunin. En það nóg eftir í þessum markaði eins og þið sjáu, þetta svona 25-30 milljarða markaður. Og við veltum ekki nema 600 milljónum í fyrra en ætlum að það í ár. Já, svo eru svona, ég verði eiginlega að minnast að þessar peningastofnir, það eru mjög lítið nýsköpunarvænar og við hefðum ekki náð svona, ef værum ekki komin hingað ef við hefðum þurft að fjármagna þetta með lánsfé. Þannig að þetta er fjármagna með nánast með hlutafé og láni eiganda, sko. Þannig að það er einu leiði fyrir nýsköpunarfyrirtæki held ég, meðan að peningastofnir taka ekki öðruvísi á þessu. Svo ég eiginlega búinn að segja þetta alltaf ekki. Við ákváðum bara að fylgja þeim umferðarreglum sem verið til, við þetta vælum ef að dómarinn dæmir á okkur víti sem alltaf er ósanngjarnt, sko, og látum heyra í okkur, en fyrst og fremst verðum við bara að fylgja þeim reglum sem verið til, við komum ekki til að breyta lögum og rétti. Og við lentum í þessu sem hefur komið fram hér líka, menn svona þetta þýðir ekki, þetta er nú vonlaust, hvað er það eiginlega að reyna? Allt það, sko, það var erfitt að sanna sig á hvert byrgjum í byrjun, þannig að við komum inn að keyptum vélanda semst af Arion banka sem hafði eignast þar í þrotabúi frá fyrirtæki sem var Reykjavík á Vesturlandi og þegar við förum svo að kaupa umbúðir og varahluti og svona í þessar vélar þá segja menn, byrju, Ísland, við vorum að selja þessar vélar, það fór allt á hausinn, 2008 gerast ekki eitthvað hjá okkur þá, við ætlum ekki það, þið eru að borga fyrirfram umbúðina sem ég á að prenta eftir 3 mánuði, sko, svona var svona tónninn fyrst, sko. En það hefur nú sem betur verið breyst allverulega og er allt annað, við erum svona ennþá svolítið að sanna okkur en við erum raunar búin að ná þessum byrjanda þröskuldi, sko. Já, svo er bara að halda haus og halda áfram og halda áfram að vinna þeim máltækinu, sko. Róm var ekki byggð á einum degi, var þetta upphaflega breytist svo í eina nótt af því að þetta var eitthvað myrkraverk og einhver sagði að Róm var ekki byggð á hverri nóttu þannig að við þurfum nú að taka þá aðeins lengri tíma, sko. Og þá var bara tíminn löngu búinn og takk Margrét og svo farið eftir síðustu setningunni, vunnið eftir okkur og vesli við okkur, sko. Takk.